Frá því á hrunárinu 2008 hefur ríkissjóður greitt þeim sem eru með húsnæðislán 42 milljarða króna í vaxtabætur. Þar til síðustu áramót skipti þó ekki máli hvort þeir sem fengu bæturnar höfðu greitt nokkra vexti eða ekki og miðað við að vanskil séu kringum 15% ljóst að það er búið að greiða þúsundum einstaklinga verulegar fjárhæðir sem þeir áttu ekki rétt á og það er ómögulegt að ná því fé tilbaka. Fjármálaráðherra segir þetta vissulega slæmt. En nú er loks búið að breyta lögunum vaxtabætur svo miðað við sannanlega greidda vexti, en ekki gjaldfallna. Meira af þessu eftir örstutta stund. En við byrjum á ofgreiddum vaxtabótum. Helgi Seljan og Jón Egill Bergþórsson taka nú við. Tugum milljarða hefur verið veitt úr ríkissjóði til greiðslu vaxtabóta á umliðnum árum. Mikil verðbólga og fall krónunnar leiddu til þess að lán landsmanna snar hækkuðu. Þá ákváðu stjórnvöld að koma enn frekar til móts við þá sem skulduðu húsnæðislán með því að hækka vaxtabæturnar. Vaxtabætur í grundvallaratriðum niðurgreiðsla ríkisins á þeim vöxtum sem greiddir eru af húsnæðislánum, en þetta er gert til að auðvelda fólki að kaupa eigið húsnæði. Talsverða fjármuni getur verið að ræða fyrir þá sem skulda mikið og geta greiðslurnar numið allt að 600.000 krónum á ári fyrir hjón eða sambýlisfólk en 400.000 krónum í tilfelli einstaklinga. Útreikningar ráðast af tekjum og uppæð þeirra vaxta sem fólk hefur greitt. Eða þannig voru lögin í það minnsta hugsuð. Galli í lögunum hefur hins vegar orðið til þess að jafnvel þeir sem enga vexti greiða, annarkvort af því að þeir kjósa að greiða ekki á lánum sínum, gátu það ekki eða voru með þau í frystingu, hafa líka fengið vaxtabætur. Lagatextinn var þannig allt fram á þetta ár að til vaxtagjalda teldust gjaldfallnir vextir. Þetta þýðir í raun að nóg er að sýna fram á að viðkomandi lánastofnun hafi reiknað á viðkomandi vexti svo hann geti sótt vaxtabætur vegna þeirra. Því hefur greiðsla vaxtana sjálfra í raun engum máli skipt þegar kemur að því að veita milljörðum úr ríkissjóði til lánþega á árunum eftir hrun. Í raun var ekki farið að huga að breytingum á þessu fyrir en forsvarsmenn Íbúðalánasjóðs bentu fjármálaráðuneytinu á þetta í lok síðasta árs. Við vöktum athygli ráðuneytisins á þessu í fyrra fjármálaráðuneytisins og þá var brugðist strax við og gerð breytinga á lögum tekju- og eignarskatt, þannig að það er kveðið á það að það skuli gjöld sem myndast upp til vaxtabóta eru þá greiddir vextir og verðbætur. En þar sem lögin gátu ekki verið afturvirkt þá tekur þetta gildi og gildir fyrir vexti þá ársins 2011. Þrátt fyrir að lögunum hefði verið breytt í byrjun þessa árs fengu allir sem voru með húsnæðislán vaxtabætur nú í ágúst, óháð því hvort vextir höfðu verið greiddir eða ekki, líkt og árin fyrir hrun þar sem vanskil hafi verið og yfir 10%. Þá er nú væntanlega erfitt að fara að reyna að ná þessum peningum einhvern veginn tilbaka, það er ekki hægt. Nei, ég reyndi að tella það sé engin flötur á því að ná fénu tilbaka. Það er ekki heiklum henda að átta sig á því hversu margir hafa þegið slíkar greiðslur án þess þó að hafa greitt vextina sem bættir voru. Tölurnar liggja ekki á lausu, hvorki í fjármálaráðuneytinu né annars staðar og virðast í raun ekki hafa verið teknar sérstaklega saman. Vanskil gefa þó vísbendingu hversu stóran hóp að ræða. Talið er að vanskil á húsnæðislánum sé alltaf 15% samkvæmt upplýsingum frá samtökum fjármálafyrirtækja á Íbúðalánasjóði. Þar eru lán sem hafa verið í vanskilum í meira en 90 daga auk frystinga. Því telja sérfræðingar sem Kastljós hefur rætt við ekki óeðlilegt að ætla að hlutfall ofgreiddra vaxtabóta sé þar með svipað eða í kringum 15%. Sé það rétt hefur hundruðum milljóna verið varið til greiðslu vaxtabóta á undanförnum árum til þeirra sem ekki hafa greitt vexti þvert á upphaflegt markmið vaxtabótakerfisins. Það er erfitt að sjá við því að slík tilvik get ekki komið upp og þau mega ekki skyggja á mikilvægi þess að vaxtabætur komi til þeirra sem sannanlega þurfa á þeim að halda og hafa borgað á sínu lánum. Þetta er auðvitað alveg yfirgengilegt og það sem að gerast einfaldlega þetta að það er verið að svindla þeim sem eru að standa í skilum og eins og við vitum að það eru mjög margir sem að bara þurfa að hafa mjög mikið fyrir því. Og komi það í ljós sem við munum örugglega skoða núna betur að veruleg brögð séu að þessu, þá reynum við að bregðast við því að sjálfsögðu er ekki ætlunin að þeir sem ekki bera þessa greiðslubyrði fái vaxtabætur. Það sem að vera búin að kanna svona sjálfur að þá eru treysta menn sig til að fullyrða sem að þekkja til að hér séum verulegar fjárhæðir að ræða og þetta sé þó nokkuð stór hópur fólks í það minnsta skipti þúsundum. Er það nokkuð óvarlegt að ætla frá hruni og síðan þessi vanskil fór að aukast að það hafi runnið hugsanlega 100 milljóna
til fólks með þessum hætti sem átti það ekki skilið? Það voðalega erfitt að slá einhverju máli á það. Þú útilokar það ekki? Nei, ég get ekki útilokað það, nei. Og það auðvitað tilfinnanlegt. Leið ekki full langur tími miðað við það hversu stór vanskilin hafa verið þar til að þið ákváðu að grípa í taumana og reyna að koma í veg fyrir það? Jú, það má alveg segja það, en kerfið náttúrulega búið að vera svona langt árabil og við þekkjum það í öllum þessum kerfum að það eru einhver brögð af því miður að einhverjir séu að fá greiðslur sem að kannski eiga þær ekki stramt tekið skilið eða ekki rétt á þeim. Það breytir því ekki að vaxtabætur eru auðvitað hugsaðar þannig að þú sett að greiða bæta fólki upp vegna vaxtana sem það er að greiða. Hvers vegna í óskofunum ætti þá að greiða fólki vaxtabætur úr sameiginlegum sjóðum almennings sem er ekki að borga vexti? Það á að sjálfsögðu ekki að gera það og við ætlum ekki að gera það. En það er erfitt að útiloka tilvikin að það geti komið upp tímabil, að minnsta kosti eitthvað afmarkað tímabil, þar sem það á sér stað í núverandi kerfi. Það er bara þannig. Því við sjáum það ekki í gegnum skattframtalið þar sem að skuldirnar eru tilgreindar hvort þú hefur síðan líka borgað á lánunum. En það er þó hægt að bera saman framtölin milli ára og skoða stöðuna þannig. Krafan aðgerðir fyrir heimilin í kjölfar hrunsins var til að ríkisstjórn Geirs H. Haarde ákvað í desember 2008 að gera þær breytingar á lögum vaxtabætur að í stað þess að láta andvirði vaxtabótana renna sjálfkrafa upp í vanskil við Íbúðalánasjóð fengu skuldarar peningana beint til ráðstöfunar. Það hefur þau áhrif að vanskil hafa þá aukist nokkuð. Það var, ef skoðað saga vanskila þá sést alltaf að vanskil detta niður í ágústmánuði hvert ár þegar við höfum verið að fá verulega fjárhæðar skuldajafnaðar. En voru ekki líka mistök þegar það var ákveðið, en vísa ekki í þinni tíð í fjármálaráðuneytinu, að hætta að nota vaxtabæturnar til skuldajafnunar hjá lánum til dæmis hjá Íbúðalánasjóði? Íbúðalánasjóður hefur fundið fyrir þessu. Já, það er alveg rétt, en þetta er ein af fjölmörgum ívilnandi aðgerðum sem við höfum gripið til þess að reyna að aðstoða fólki gegnum erfiðleikana, menn verða að hafa það í huga, að við erum að hugsa þá sem eru í erfiðleikum og þurfa á stuðningi og hjálp að halda. Það er engin spurning að það voru mistök í ljósi þessar upplýsingar.